Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjómannaspjall, sjávarútvegsspjall og gestur minn í þetta skipti Jóhannes Jónsson, skipstjóri til margra ára í Grindavík. Og Jóhannes, þú hvar fæddur og uppalinn? Ég fæddur og uppalinn í Hafnarfirði. Já. Gablari sem sagt. Og byrjar til sjós þar? Já, byrja með frænda mínum á Jóhannesi Einarsinni. Þá var ég 16-17 ára. Já, já. Og og voruð þið þá að róa úr Hafnarfirði? Rérum þá Hafnarfirði á netum. Á netum. Já, já. En svo flytturðu til Grindavíkur? Ég flytti til Grindavíkur, já, 63. Já, já. 63, reyndar, þá var ég á bátum hjá Jóni Gíslasyni, þá var hann með mikla útgerð þarna í Grindavík. Já, já. Og kynnist á konu minni fyrrverandi, já, já. Sem ég misti þá. Já. Kynntist henni og ílengdist þar. Og bjóst þar til margar ára? Já, til 97. Já, já. En samt var ég ekki hættur að stunda sjó í Grindavík þegar ég fór í Hafnarfirði, sko. Nei. En þú byrjar þarna hjá frændaðinum til sjós, ungur drengur, og svo liggur leiðin í stýrimannaskólann og... Já, hún liggur ekki fyrir ég kendi Grindavíkur, sko. Ég fer frekar seint í stýrimannaskóla. Ég þá 29 ára gamall og kom með fjölskyldu. Já. Og varstu þá bara til sjós í Grindavík? Já. En ég fer, þegar ég hætti á frænda mínu, sko, þá fer ég á togara frá Akranesi, Akurey. Já. Og tæpt ár þar. Og þá fer ég fyrst á Nýfundnalandsmiðin, sko. Já. Þá voru þau að byrja. Já. Og síðan fer ég, sko, hætti þar og fer á Sörpress og á Sörpress í tæpt 3 ár. Í Hafnarfirði? Í Hafnarfirði. Já. Og það Ólafur Einarsson sem gerir hann út eða hvað? Já. Já. Og þannig að þú hefur kynnst togara sjómennsku snemma. Já, það var, já. Þetta var nú svona ferill á þessum árum, var það ekki? Jú, það var mikið líf þarna í Hafnarfirði. Já. Sambandið margir togara þarna gerður út og... Já. Það snýrist allt þarna bara þetta sjómennsku og... Já. Sjávarútvegi í Hafnarfirði. Já. En svo verður skipstjóri í Grindavík? Já. Og á hvaða skipi fyrst? Ég byrjaði á Sigfús Bergmann. Þá var ég bara nýkon og stýrimannaskólanum. Þá er ég búinn að vera stýrimaður svona undan þá. Það þekktist þá í þá daga. Og kemur til mín hann Svavar Árnason. Já. Hann var nú stjórnarformaður hjá Kaupfélagi Suðurnesja og hann kemur til mér og þá vantaði skipstjóra Hamravíkina í Keflavík. Já. Og ég segi svona við hann, geti ekki fengið smá umhugsunarfrest. Og svo eftir nokkra klukkutíma kemur hann aftur til mér, þú vilt kannski taka Sigfús Bergmann fyrir mig, hann gerði hann það út líka. Já, og í Grindavík. Í Grindavík og þá var það hraðfrystihús Grindavíkur sem átti... Nei, það var Hafrenningur. Hafrenningur, já. Já, það var sjálfstætt félag sem hann átti. Já. Og ég sló til og var þar í 2 ár. Já. Og síðan fer við saman út í útgerð, ég og mágur minn, Halldór Þorláksson, Dóri Vík sem þið kallaði. Já. Og kaupin Þorsteinn Gíslason, 70 tonna trébát Keflavík. Já. Og við gerum hann saman út í 2 ár, sko. Þá fer ég út úr þeirri útgerð og
og kaupi kópin með Guðmundi Þorsteinsinni. Og Gvendi Hópi. Sem við kallum. Já. Þannig að þú hefur svona... En Halldór og heldur áfram sko með Þorstein. Já. Og hans bræður, var það ekki? Já, þeir kom inn í þetta. Já. Staði fyrir mig. Og þá byrja nú svona mikil saga í kringu þína sjómennsku á Kópnum. Já, við gerðum hann út í 27 ár. Já, þannig að, og þið eru meðal annars þáttakendur í því að fara með beitningavél. Já, við vorum með þeim fyrstu sem byrjuðu með beitningavélan. Jú. Já, við fórum með hann í breytingar til, Póllands. Já. Og síðan komum við í Noregi og tókum þar beitningavél og Mustang. Já. Létum setja hann í þar. En svona, ef við byrjum nú bara á að tala þróunina frá því þú byrjar bara ungur drengur í Hafnarfirði á sjó, veiðafærin, flottroll segi ég, veiðafærin net með grjóti og á netum blýatinn eða neðri teininum og svo flott kúlur í flotið. Það var mikil breyting á þeim tíma sko. Þegar maður var að byrja sko, þá voru netasteinar og það voru kúlur og síðan komu þarna. Já, síðan kemur flotteitni, það var algjör bylting. Já, bæði náttúrulega fyrst að fá plastringi í staðin fyrir kúlunar. Já, kúlurnar voru nú alltaf að brotna sko og þá héldu það nú lítið upp í netunum. Já. Þetta. En það var rosaleg þróun. Þú hefur tekið í rauninni þátt í þessari þróun allri. Já, svo blýteinarnir sko. Svo koma blýteinarnir í kringum, hvað ekki, 77, 8? Já, eitthvað svoleiðis sko. 78. Þetta var mikil bylting þegar þetta kom bæði flotteinar. Já, og svo flotteinar eftir það. Það var nú reyndar aðeins seinna. Já. Þetta var allt annað líf sko. En þetta var... Já, rosaleg breyting og svo náttúrulega þegar þú varst að róa á línubölum með línubala og svo aftur yfir í beitningavélabáta. Já, það var fyrst sko, það voru fyrst landróðar beitt í landi en síðan fórum við út í það að vera sko, var með tvöfalt eins og við kallaði. Já, 90 bala. Já, 90 bala. Það var miklu betra. Það var svona þægilegra. En svo beittum við líka borð. Við fórum norður fyrir land og við fórum við Kolbens. Á Gráðu við Kolbensinn og þá beittum við borð. Já. Við mér sér sildum einn túr með Grálöfu til Þýskalands. Já. 30, við vorum þarna 30 mílu norður af Kolbesi. Já, þegar við erum svona norðarlega. Já. Bara út í landgrunnskantin. Já, það var hryggur sem gekk það sko. Já. Þannig að þú hefur kynst þessari þróun allri. Já. En þú varst eitthvað á Humar og Rækju? Já, ég var á Humar þegar ég var með bæði Sigfús og eins Þorstein Gíslason. Já. En svo varum við út að sækja á Kópnum, þarna 2-3 sumur. Já, fyrir norðanland. Já, og lönduðum þarna á Ísafirði. Já. Eða í Bolungarvík, já. Já, þannig að þú hefur tekið þátt í öllum þessum breytingum sem áttu sér stað. Já, ég gerði það nú. Ég gerði það nú. Já, hvað varstu lengi til sjós? Ég var skipstjóri stanslaust í 35 ár. Já. Það var nú ekki eins og í dag sko, nú skiptaði bara, nú
Já, þú varst skipstjóri og þá varstu Já, það var skipstjóri engin allt annar. árið. Það var engin annar á móti mér, sko. Eins og í dag, sko, þá þeir yfirleitt 2. Nánast í flestum Já, plássum. já. Niður í litlu línubátana Já, sem eru bara 20-30 tonn. Einmitt. Þar eru 2 skipstjórar í dag. Já. Eða til skiptis skipstjórar. Já, þegar menn voru ráðnar á vertíð, þá voru þeir bara alla vertíðina og hérna, þeir voru ekkert að taka neitt frí, ekki. Og fengu ekkert frí? Nei, fengu ekkert frí, sko. Hvort sem þeir vildu eða ekki? Nei, mér fengu alla veikinda frí. Nei, voru jafnvel píndir til að vera borð veikir og alla með hana. Já. Þannig að þetta eru mikla breytingar. Já, ég var líka mjög heppinn með mannskap í gegnum tíðina, sérstaklega yfirmennina. Já, var, þá vélstjóra og stýrimenn. Já, hélt henn lengi, sko, sem með mönnunum. Sem var mikill plús. Já, það er mikill kostur að vera með sama liðið sem lengst. Það er engin spurningu það. En er eitthvað svona sérstakt sem þú í sambandi við þessa þróun á veiðarfærum sem þér fannst vera nú náttúrulega komið með segulnagla á línuna og ýmislegt sverari lína og allt upp í 9 mm lína? Já, það var alltaf einhver smá þróun í þessu, sko. Já. Og alltaf, sko, þessar beitningar verða til að byrja með, það voru nú ekki á marga fyrst, eða svoleiðis, sko, það er miklu betri í dag og þetta beitt ekki nema hvað annarkvæmt króka til að byrja með, sko. Svo þróaðist það nú þegar menn fór að venjast þessu og... Jú. Já. Og lærðu á þetta? Já. En hérna... Svo náttúrulega hefur annað lagast. Það eru bæði veðurspár og annað þessáttar öryggisbúnaður skipa og annað í þeimdúr. Já, það var bara róið eða sundi var færtandi í Grindavík, sko. Það var, svo voru veðurskip, það var mikið farið eftir þeim veðurskipin þarna út í hafi, suður í hafi. Já. Bravo og hvað, Alfa og Bravo. Og Lima og hvað þau hétu. Já. En þetta hefur tekið miklum stakkarskiptum. Já. Öryggið og svo sérðu öldu spá 3 daga fram í tíman eða lengur. Já, einmitt. Og veður spá bara hvernig veðri verður. Já, þetta allt orðið með gerfi netta upplýsingum. Já, þetta allt annað. Það má þakka því en það minna slís. Já, miklu minna slís og... Heldur en var. Já, hendur hérna skipin orðið miklu betri í dag og heldur en voru og... Öryggisbúnaður í skipunum er allt annar og miklu betri heldur en var. Já. Menn hugsa alltaf þessi dag og svo er náttúrulega eftirlitskerfið. Já, það er. Það fylgst með í rauninni öllum skipum og ef það dettur skip út úr öryggiskerfinu þá er bara strax komið þyrla í lofti. Það var komið hjá okkur, sko, tilkynningaskyldan. Já, á sínum tíma náttúrulega. Já. Það kemur nú þarna fljótlega eftir að það er ekki nema einu sinni í sólarhring, sko, en nú sjáður þetta. Já, nú bara horfa þær á þetta nánast. Já. En það kom náttúrulega ekki fyrir eftir að stígandi. Já, það kemur þá. Á síldarárunum sökk. Já, einmitt. Fyrir norðan land eða álfa leiðina á Jan Mayen. Já. Það kemur þá þegar. En þetta hefur breytt miklu. Geysilega miklu. Þetta er öðruvísi heldur en þegar þú varst svo heppin að sleppa á Surprise
frá við Nýfundlandsveðrinu. réttlöpum frá þessu veðrið, þegar júlí fórst. Já. Við vorum þá á heimleið bara. Já. Og hvað voru þið komnir? Við vorum bara komin langleiðina heim, sko. Já. Þetta var alveg svakalegt veður, sko. Það bara fraus allt sem inn á þá kom, sko. Já. Já, þetta... Það var svona... Já, ég man eftir þegar vorum að, fórum nokkuð marga túra þarna á Nýfundland og alltaf var dekkið fyllt af karfa, sko. Já. Ég man aldrei eftir því að við kæmust með karfan allaleg heim. Nei, það voru alltaf bara hreinsast út á leiðinni. Út af kvarfið þá kom alltaf. Já, bara hreinsast þetta út. Já, það var ekkert pæltið. Það var eins og þorskurinn var ekki hirtur eins og það var svo mikið græki í karfan. Já, að fylla tallinn. Að reyna að fylla tallinn á sem styrstum tíma. Já, og þá hefur þetta verið bara fyllt lestin. Já, alveg. Og þá hefur þetta verið bara loðnu hleðsla Já, þessu. Já, alveg. Allt á bólakafi. Já. Þeir voru alltaf þetta er allt. Voru þá svona hlutfallslega góð verð í Guano? Nei, það var ekkert fyrir þetta maður. Nei. Það var ekkert. Nei, það var mjög. En þarna voru tekin ótrúlega mikill afli. Alveg svakalegur. Og menn eða skip oft bara fyllt á 2-3 sólarhringum. Já, ég man það fór niður 32 klukkutíma sem voru að fylla dallana, sko. Já, og 300 tonn eða hvað það var? Já, það kom nú oft fyrir að sko, það var svo mikið í trollinu að bara pókin sprakk allt undan. Já. En það var alltaf verið með 2 troll, sko, hitt tilbúið. Já, setja það bara út ef það var rifið. Já, það var, svo var kallað alltaf frívakt bara, það var eiginlega vakað, sko, báða vaktirna. Og meðan var verið að fylla dallinn? Já, það var ekkert pælt í því. Nei. Það var engin vökulöggildi. Ekki þannig laga? Nei. En það hefur verið samt dálítið merkilegt fyrir unga menn á þessum árum að taka þátt í þessu og sjá hvernig þetta var. Þetta var mikið lífsreynsla. Nú hafið ekki verið að toga lengi. Nei. Og ekki voru græjurnar til að sjá hvað var mikið. Nei, var í og svo leiðis. Nei. Og svo voru menn að fikra sig á þetta og nýja slóðir, sko. Já. Menn voru að fikra sig þarna áfram að toga þarna. Svo lentum við því á Surprise þarna, við lentum því að keyra þarna á Ísjaka. Já. Við vorum að kippa þarna milli miða og það kom gata á, það var svo heppilegt að kom gata á netalestina Já. Og við verðum að fara þarna inn til St. John á Nýfundalandi og voru þar í halva mánuð, sko. Það gekk svo illa að fá, sko, gert við að það var ekkert samband á milli Íslands og Kanada. Á þessum árum? Já. Þá er þetta í kringum 1960 eða eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Já. Og þar að leiðandi hefur þetta allt gengið styrt fyrir sig. Já, við fengum þarna dagpeningagæðinni, sko. Já, þannig að það hefur verið svona smá grín og glens. Já. Það var eitthvað svona... Eitthvað að gera. Við vorum þarna ungir og... Já, sprækir. Já. En svo, þú ferð á Koppnum líka á nótaveðar. Á síld. Já. Við vorum mörg haust á síld á... En þú fórst aldrei á loðinu? Nei, ekki á Koppnum. Ég fór á loðinu og Sigfúsi Bergmann. Já. Hvaða ára var það? Það hefur verið 70 og sennilega 3. Já. Eitthvað svoleiðis. Já. Við vorum bara eina verti og það var engin.
Það var ekkert skip í Hvað loðnu. var hann stór? 150-60 tonn? Já, eitthvað svoleiðis. Já, maður mann eftir honum. Já. En það voru þarna margir af þessum bátum voru á þessu þó þeir væru svona litlir Já. á þeim tíma. Já, þeir voru nú ekki konni mikið til söguna þessi stóru þá, sko. Nei, ekki svona Nei. stæðsta skipi. Þá var Heldborg Já, það var... og svo Guðmundur og Faxaborg og hérna svo Súlan og það voru eiginlega stæðstu skipin, Gísli Árni og Jón Garðar og fleiri skip, sko. Svona 300, báru 300 og eitthvað tonn. Einmitt, þetta á þessum árum. En hérna, við erum búin að veiða, síðan við byrjuðum að veiða loðnu 35 miljón tonn af loðnu. Það er ekkert annað það, ég hef ekki pælt í þessu. Nei, en það var hérna strákur úr Keflavík, Björn Ólafsson, sonur Óla Björns, að hann tók þessar tölur upp eftir Hafrannsóknastofnun. Og var að tala um að þetta væri það sem væri búið að veiða og var að tala um það hvaða áhrif þetta hlyti að hafa á aðra fiskstofna. Já, einmitt. Þegar að þú tekur úr lífríkinu á 50 árum þessa rosalegu... Þetta er ekki smá... Sko, þetta er svo gigantískar tölur. Alveg svakalega. Og þess vegna finnst manni kannski skrítið að menn séu alveg hissa að það vanti. Já. Þú manst nú eftir því hérna áður fyrir það fylltust allar fjörur og maður gæti ekki lagt netin fyrir svo þetta. Nei, það var bara loðuna allar trissur. Já, þetta fór í netin meir segja, sko. Já. Þú væri með 7-8 tónur ríðila, þá var þetta loðið að loðnu. Alveg loðið að loðnu, sko. Og ég man eftir því á vertíðinni, ég var stýrimaður hjá Sævari Þórarinsinni á Dagfaranum, hvað 76, að þá keyrðum við einu sinni í Kökk sem var 10 mílur suðaustur frá Reykjanesi. Já. Og það var bara lóð frá Kjöl og niður í botn nánast. Já, einmitt. Allan þennan tíma. Þetta ár var Norglóbal. Það var verkfall hjá sumum loðnubátunum og við vorum nokkrir að því að við vorum skráðir frá Húsavík. Þá máttu við vera að veiða og ég held að það hafi verið einhver 10 bátar, 11 bátar sem Grenivíkubátarnir og Húsavíkubátarnir og svo Vestfirðingarnir hérna á Sölvi Bjarnason og hérna Helga Guðmundsdóttir og einhverjir Austfirðingar. Gott að það var ekki að Hornafirði, Skói og Skinni. Og þetta voru bara sárafái bátar sem voru og við lönduðum allir í Norglóbal bara á miðum. Já, ég man eftir þessu. Þetta var alveg gríðaleg veiði, sko. Og bara, það var bara gert klárt á síðunni á Norglóbal og svo bara farið og kastað bara kannski hálfri mílu frá og fulli dallar og bara aftur í London. Já, þetta var alveg, þetta mátti breytast. Já, og náttúrulega svo bara spyr maður sig hvaða áhrif hefur þetta haft á lífríkið? Já, einmitt. Fyrir aðra tegundir. Já, og svo allt sett í kúan á. Já, allt brætt bara. Þetta var bara bræðsluskip. Já. Norglóbal var bara bræðsluversmiða. Já. Þá gáttu 4 bátar landað, 2 á hvorri síðu í einu. Já, í mitt. Já, þetta. Já. En svo fóru þeir að byrja að veiða loðnunum, sko.
út í hafi, sko, áður en hún kom. Já. Það var nú alltaf byrjað hérna þegar hún kom upp á landinu. Já. Það breytti miklu þegar þeir fóru að veiða þessu svokölluðu sumarloðnu. Já. Og voru að berja á henni fyrst og svo var það náttúrulega ennþá verra þegar þeir fóru að nota flottrollið á hana. Einmitt. Þá gátu þeir skrapað á öllu dýpi og áður en hún varð, því hún bara stækkaði á þessu tímabili frá júlí, ágúst á haustin, þyngdist hún 20-30% fram á vertíð, sko. Já, einmitt. Hvert stykki, sko. Já. Þannig að þetta voru nú, hafa ekki verið gáfulega veiðar. Nei, það var það ekki. En svona höfum við gert ýmislegt sem að betur mæti fara. Einmitt, já. En þú tókst meira og minna þátt í þessu öllu saman. Já. Og en þú tókst þátt í björgunarafriki. Já, við komum að þegar að Campbell, það var flutningaskip, nýlegt skip frá Þýskalandi. Ég held að vera að flytja kol upp á Grundartanga. Og það lenti í erfiðleikum þarna út á Dyrhóli og sendur út neyðarkall og við erum á leið þarna austur á Síldveiðar. Á Síld. Þetta er 83. Þetta er 83. Og ég svo fer ég að svipast eftir honum og ég fæ hann í radarn, 10 mílur í hann. Já. Og ég sé hann á radarnum og svo sé ég bara hvar hann hverfur af radarnum. Dettur út af. Já, dettur út af radarnum og ég tek bara stefnuna þarna á þetta. Og svo komum við á svæðið, þá var allt fljótandi í lestalofum og svona dótari og við finnum þarna gummibáta og þeir eru mannlausir, sko, þessi stóru bátar, sko. En svo finnum við mennina þarna í sjónum bara og erum að pikka þá upp og þeir eru flesti dánir bara og þá voru þeir í einhverju töðru bara, sko, sem þeir komist í einhvern. Ekki í björgunarbátunum. Ekki í björgunarbátunum sjálfum. Þetta var ömurleg aðkoma og við tökum þarna, 3 eða 4 þarna sem eru dánir og einn lifandi. Og við lentum því lentum á skipstjórunum. Hann var dáinn. Þá var hann dáinn, en hann var með fleiri 1000 mörk inn á sér, sko. Já. Það var mörk hann í. Já. En það vakti athygli mína hvað þeir voru illa búin. Þeir voru allir bara á nælonskyrtum og samt var langur aðdragandi að þessu. Þeir voru búin að vera í vandræði lengi en sendu aldrei út neyðarkall fyrir bara... Akkur sendur ekki út neyðarkall? Ég ætla að sé ekki bara út af... Tryggingunum? Já, þetta var svoleiðis í Kanadaga, sko. Að það kostaði svo mikið að fá björgun. Já, fá björgun. Já. Segja að fengi bara skipinu frá útgerðinni að bara reyna að trauka. Já. Svo var það bara seinan. Já. En kom það eitthvað fram í sjórétti eða svoleiðis út af hverjan sökk? Nei, hvað var að? Já, það komst vist sjór þarna. Ég held þetta hafi verið einhvers konar kol þarna sem voru að fara með þarna og það kom sjór í lestina og eitthvað. Og þá hefur farmurinn verið óviðráðanlegur. Já. Svo bara byrja hann að hallast og enda með því hann bara kvoldi. Og sökk hann. Já. Þetta mjög nýlegt skip. Já. Og hefur sjálfsagt verið tölvöld stórt. Já. Ég bara ekki klár á stærðinni, sko. Nei. Þetta var... Komu fleiri bátar íslenskir? Já, það komu 3-4 þarna aðrið, sko. Já.
að þessu svo. Já. Já. Svo fórum við bara með þarna mennin og líkin þarna til Vestmannaeyja. Já. Þannig að þetta hefur verið erfið reynsla. Já, þetta var rosalega. Og tekið á. Já, það gerði það. En svo sendi hérna þeir, við vorum heiðraðið hérna bæði að slýsa hérna fyrir Íslands og Þýska sjómannssamband. Það sendi okkur hérna, við vorum kallar inn í Þýska sendiráði og það var haldin veisla fyrir okkur og við vorum heiðraðið þar og þeir hafa þú kunnað að meta það og Þýska sjómannssambandi það hérna ferði með mér segja gullur þarna. Já. Þeir hafa kunnað að meta þetta. Já, þeir kunnað að meta aðstoðina. Já. En kannski aulagangur og kjarkleysi hjá skipstjórunum að kalla ekki fyrir í aðstoð. Já, hann var vist búinn að vera í vandræðum bara í heilan sólarhring, sko, frétti. Meira og minna. Já. En það er svona, þetta eru náttúrulega fleiri dæmi. Já, Vikartindur sem strandaði þarna fyrir Austaneyjar. Hann mátti ekki biðja hjálp. Nei, það er þó nokkur dæmi þetta, sko. Já, og þá er þetta spurning tryggingar. Já, og tryggingabætur. Já, þá þurfti þeir að borga fyrir að láta bjarga sér, sko. Já. Þannig að þetta er náttúrulega fylgi fiskur og sorglegt. Já, þetta er. Og náttúrulega kannski má segja að skipstjórinn í þessu tilfelli ekki starfi sínu vaksin. Nei, ég myndi segja það, sko. Já, hann átti bara að grípa inn í, sko. Já, og gera það sem bara þurfti og gera það strax. Já, það var alltaf mikið það að skipstjórnir höfðu samband við sína útgerðir, sko. Og útgerðirnar stjórnu. Já, og eitthvað kom upp á, sko, þá voru þeir beðnir að reyna að þrauka. Já. Ég held að þetta sé nú ekki svona í dag, sko. Ég þekki ekki. Nei, maður veit ekki nákvæmlega hvernig það er, en það er nú reyndar í dag þannig að það eru verið að stjórna skipstjórnum hvað þeir veiða og hvað þeir eiga að fiska og hvaða tegundir og stærðir og allt annað og þú fær bara blað og nú ferði í túrin og það kom með þetta og þetta og þetta. Já, farðu þangað. Farðu þangað og sagtu þetta þar sem þetta er. Já. Og það er miklu minna sjálfstæði heldur en var. Já. Og oftast var það nú þannig að skipstjórinn fór bara á sjó og reyndi að fiska sem mest af hverju sem var. Nú er einhver leynistæði til lengur. Nei. Allt til á plottir. Já. Já, þetta er að. Ég man alltaf eftir skipstjóru úr Sandgerði, Guðjóni Gíslasyni, Guðja Gísla. Já. Að hann var að toga og snillingur að toga á skerjónum. Já. Svo komu einhverjir anskotastallar úr Vestmannaeyjum með flotta græjur. Ég held að það hefði verið Hallgjón og Gídeon. Já. Og þá voru þeir með plotter og þeir settu bara á hann kross þar sem hann var að toga og teiknuðu upp leiðuna. Já. Og svo komu þeir bara á eftir honum og fóru sömu leið. Hvenær kemur flott? Það var tiltölulega snemma. Já, 80. Já, þetta er 80, 90, eitthvað svo leiðis. Svo þeir byrja að koma með þessa plottera sem hægt að teiknu upp, sko. Ferilinn. Já, þeir voru að byrja með þetta á humrinu, sko. Já. Þetta var svona menn sem voru búin að eiga sína bletti og svæði og sér kunnáttu til margra ára voru bara teiknaður upp. Alveg bara, já. Á einum vettvangi. Já, menn sem aldrei hefur komandi áður. Já, og þeir fóru bara eins og heimamenn eða hagvani menn. Einmitt. Já.
það var nú bara gaman að því í rauninni að fylgjast með því. Já. En svo tók maður nú reyndar eftir því á Boðasvæðinu og víðar að þá toguðu menn í áttina á hóla eða standa Já. og hífðu trollið upp og fóru svo yfir standin. Já, einmitt, já. Og þá voru þeir á ferillínunni og svo komu aðrir sem voru að elta þá. Já, og festu og letti. Kannski mistu trollinu. Já, allt í klessu. Já. Af því að þá voru bara hini með trollið upp í sjó. Já. Það voru svona ýmsir Já. Ýmsir taktar notaðir til að brenna menn af sér. Já, það var reynt að fiska bara sem mest á þessum árum, sko. Já. Og það var ekkert verið að segja alltaf satt. Nei, ekki hvorki kóta tölum sem menn voru með. Nei. Eða hvort sem það voru togarar eða netabátar eða hvað sem var. Nei. Já. En þetta voru svona merkilegi tímar, þessi þróun. Já, þetta er alveg mjög. Ég hef ekki viljað missa þessari þróun, sko. Nei, en flest af þessu var til bóta. Já, eiginlega allt til bóta, sko. Allt til bóta. Já, ég man eftir því, sko, maður átti þegar maður var með beitningavélina. Áttu maður svo miklum erfiðleikum með togarana, sko. Þetta var svo löng lína að passa að þið færi ekki í hana. En svo hérna seinni ár, þá gat maður alveg séð, sko, maður gat séð togarna hvert við var að nálgast línuna hjá manni, sko, bara í... Á trakkinu, á plottetum eða því. Á plottetum. Og maður meir segja komin á radarinn hjá manni hvaða togar þetta væri og nefnið hann og hvað það er. Kalla bara í hann. Þetta var allt annað líf, sko. Já, og náttúrulega forðaði við að fara tjóni. Já, maður var alltaf að missa í togarna einhverju línu. Já. Þetta lagaði. Já. Þetta lagaði stöðuna svona, kom í veg fyrir svona veiðarfæratjón. Já. Þessar græjur. En svona lentur einhver tíman í einhverju öðru eða svona slysum eða Nei, ég var alveg björgunar. Rosalega heppinn með því. Það var aldrei nein alvarleg slys. Ég misti aldrei mann út eða nein alvarleg slys sem bóð hjá mér. Ég var mjög lánsamur. Heppinn. Já. Það veit ekki allir því láni að fagna. Það er bara partur af þessu. Já. Að og ég held ég hef ekkert sótt minna heldur en aðrir. Nei. Og varst náttúrulega, eins og ég hef nú stundu sagt, að það voru 3 hafnir á Íslandi sem voru erfiðari viðureignar heldur en aðra. Já. Það var Sandgerði, Grindavík og Hornafjörður. Já. Það voru erfiðustu innsiglingarnar sem þú varst að kljást við. Já. Maður bara þekkti þarna til Grindavíkur höfnina besta þessu, sko. Já. En þetta voru verri hafnir eftir að Stokkseyri og Eyrarbakki raunverulega duttu út. Já. Þær voru sambærilegar. Já. Á meðan að þær voru notaðar sem slíkar, sko. Og gera Þorlákshöfn fínni. Já, aftur á móti var það mikil skynsemi í því að leggja höfuð áherslu á Þorlákshöfn. Já, einmitt. Og brú á milli þarna. Já, það var, Til að þurfi ekki að vera að nota Stokkseyri og Eyrarbakka. Já, ég held að sé ekki einu sinni trillur þarna á Stokkseyri. Ég fór þarna daginn, ég sá ekki deginasta báta. Nei, maður hefur ekki tekið eftir því eða heyrt af því, sko. Nei. Þannig að það virðist bara vera lítill spenningur fyrir því að vera með litla báta þar.
En hvað finnst þér þróunina á þessum litlu línubátum? Ég veit ekki það. Ég bara hef ekki sett mig nóg vel inn í það bara. Nei. Manni finnst þeir vera að gera ótrúlega góða hluti hvað fiskir í varða. Já. En þetta mikil vinna á þessum bátum. Þeir eru að róa með 30-40 bala sama sem. Já. Í línulengd. Eða 45 bala með að við línu væri balabeitt. Já. Með með þessari línubeitningavélum. Já. Og að draga langa línu. Já, og fáum köllum. Og bara 4 menn á. Já. Það töluvert afrek. Já, þetta mikil afköst að þessu. Mikil afköst og maður hefur náttúrulega tekið eftir því að það orðið töluvert slys á þessum bátum. Já. Og þannig að þeir hafa bara verið að hreinlega keyra upp í fjöru. Þeir hafa bara verið búnir á því, bara uppgefnir og þreyttir. Úrvinda bara. Já, og bara sofnað. Já. Og þetta náttúrulega... Já, það þarf að vera eitthvað, sko. Það þyrfti að vera krafa það að þeir væru jafnvel fleiri ár, sko. Já. Og skiptust á. Já. Þeir afkasta það miklu, sko, að þeir hefðu nú alveg efnaði að hafa eitthvað fleiri kalla. Jafnvel 1-2 í viðbót, sko. Já. Þegar þeir eru með svona langa línu, sko. Já, einmitt. Já. En þá þetta spurningum að kaupa og kjör. Já, það var. Og laun. Þetta allt svoleiðis, sko. Já. Það tekur eftir 2 bátum þarna frá Fáskrúðsfirði, svona litlum stöpum, að þeir eru að veiða yfir 2000 tonn. Já, það ekkert annað. Svona bátar. Já. 30 tonna bátar. Ég held ég hafi séð það. Það þótti gott á þessum stóru bara í gata. Já, það þótti bara gott. Já. Það þótti gott að fá 1000 tonn á vertíð og 1000 tonn á sumri og hösti til viðbótar. Já. Margir bátar voru með þetta 1600. Já. Þegar við vorum að róa, þá var þetta kannski 1600 ársafli. Já, ársafli, sko. 2000 tonn, þótti bara mjög gott. Með öllu. Já, öllu. Já. Ufsa og hverju sem var. Já, það var. En það var svona, ég vissi það þegar ég var þarna, ég var að fiska þarna, þá var kótinn kemur á, þá var ég að fiska þarna, yfir 1000 tonn á vertíðunum, sko. Já. Og þarna svo bara eftir 1-2 ár, þá varum við konið niður fyrir 300 tonn, búið að skerða okkur niður í 300 tonn. Já, af þorski þá. Af þorski, já. Já. En þú hefur nú haft bæði ísu og ufsakóta. Já, þá var ekki ufsin eitt komin inn í... Já, ekki inn í kótan. Inn í kótan, sko. Það var frjálsveiði á honum. Já, svo fór þetta bara upp á við aftur, sko. Það var einhvern veginn að redda sér meiri kóta. Já. Og það var nú, og búið að vera... allar götur síðan. Já. Og nú eru stóru fyrirtækin búin að sanka þessu aðstíð. Já, þetta allt annað peningur í þessu dag. Já. Var þegar ég var í þessu, sko. Það er verið að tala að tonnið 7,5 miljón af þorski. Það ekkert annað. Þannig að það er orðið mikið að eiga 100 tonn. Já, það bara, það Það eru heil auðæfi. Já. Og spurning hvort að sjávarútvegur geti gengið með þessum verðum. Já. Það sko, þeir sem ekki eiga kóta í dag, sko. Þeir eiga enga möguleika. Nei, það alveg á hreinu. Það engin leið fyrir þá að reyna. Nei. Og leigja kóta á 500 krónur eins og þetta í dag innan ársins. Veitu, hvað fá þeir upp úr sjó núna fyrir?
Já, það kannski 500 á markaðnum, 550. Já, það samúður. 600 krónur eftir stærð og gæðum. Já. En það lítið meira heldur en leiguverðið Nei, það En svo eru menn að kaupa af sjálfum sér sem að gera og að kaupa kvóta eða afla heimildir. Að þeir eru að borga sínum köllum 320 til 50 krónur upp úr sjó. Já. Þannig að þessu dálítið misskipt. Já, það það. Bæði til sveitafélaga í hafnagjöld og áhafna. Já. Þannig að þetta nú svona afturförað því leyti. En Jóhannes, hvaða skoðun hefur þú á þessari þróun sem á sér stað í sjávarútvegi? Jú, erfitt með að bara... Já, ég kannski nú ekki að ætlast til þessu skýrt, en við erum kannski að horfa á það að við erum alltaf að veiða stærra hlutfall í togveiðafæri. Já. Núna eru bara stórir autoline línubátar, stórir bátar sem róa með línu, þeim bara fækka verulega. Já, þeim fækka ros. Já, það eru bara 5 bátar eftir eða eitthvað svoleiðis. Já. Á yfir landið. En nema 2 róndir eftir í Grindavík? Já, það eru bara þarna Sighvatur og Páll Jónsson. Ekkert af bátunum sem Þorbjörn var með á línu í dag. Nei. Og svo eru þarna einhverjir á Snæfellsnesinu. Já. Ekki Rifsnes eða hvað heita. Já, ég bara ekki. Nei, maður verður ekki fylgst með því nákvæmlega hvaða skipu það Nei, það helst þessi bara litlu. Já, svo eru það litlu bátarnir, sko. Bara 20-30 tonna. Eða 15 til 30 tonn. Já. Og en stórir autoline bátar eru bara tínatölunni. Já, þeir eru... Svo eru einn á Patreksfirði. Já, það einn þar. Já, og ég veit ekki hvort það einn í Bolungarvík. Þetta bara orðið svona. Og við erum að veiða alltaf meira og meira í togveiðafæri. Já. Og það spurning hvaða áhrif það hefur. Já, nú þeir að rannsaka þetta eitthvað meira. Já, þeir eru að reyna. Ég með skýrslu að fyrstu yngstu árgangarnir í þorski, það að segja 1 árs, 2 ára og 3 ára fiskar, og það rannsókn sem var gerð af Hafrannsóknastofnun fyrir 2 árum ásamt nýsjálfrænskri Hafrannsóknastofnun og norskri það að þar var allt upp í yngsta árgangnum 56% sem fór undir bobbingalingjuna. Já, það ekkert annað. Já, þannig að maður alltaf að spyrja sig, erum við ekki að gera þetta dálítið brjálæðislegan hátt þegar svona rannsóknir liggja fyrir, en það varla talað þær. Nei. Það að því að það passar ekki. Já. Hagsmunaöflunum, sko. Já, það Já. Það nú það. En bara sorglegt að þetta skuli ekki vera meira í umræðinni og svona bara hvað og hverju náum við ekki. Nú erum við búin að fara eftir tillögum fiskifræðinga í 40 ár, 35 ár getum við sagt alveg bara upp á prikk. Já. Og við erum að veiða 200, lagt til 204.000 tonna þorski. Vorum að veiða 400.000 tonn fyrir 40 árum síðan. Já, mér finnst einhvern veginn að sé meiri fiskur í sjónum núna heldur en þegar við vorum
Ég held að það sé engin spurning. Já. Og miklu víðar. Já, miklu víðar og bátarnir eiga auðveldara með að ná þessu núna. Það er bara núna síðustu 10-15 ár þá eru netabátar úr bara Keflavík, ef maður tekur sem dæmi, að þeir eru að fara kannski í 10 mílna radíus frá Garðskaga. Já. Og þar eru þeir að veiða allt sem þeir mega veiða. Einmitt. Og gætu veitt miklu meira. Já, einmitt. Og svo ertu að tala bara trillurnar, það er sama hvort þeir eru á handfærum. Já. Í Faxaflóa, Breiðafirði, út af Vestfjörðum. Það er staðfiskur. Bara út allt. Já. Og maður bara, þetta er nú svona sú mæling sem að maður kannski tekur mest mark á. Já, ég myndi halda það. Hvernig gengur? Hvar eru verið að fiska? Já. Er þetta staðbundið? Er þetta bara á einum stað? Við þekkjum það þegar við vorum að róa, Jóhannes, að við fórum stundum inn á Breiðafjörð. Já. Stundum austur fyrir Vestmannaeyjar. Já. Í kantinn. Í kantana. Þá voru allir og þá voru Breiðfirðingarnir komnir austur í kant. Já, svo kom Breiðfirðingarnir allstað þarna á bankan. Já, á Selvogsbankan og þá var allur flotinn og Hornafjarðarbátarnir komnir í kantinn og Austfirðingar. Já, það var bara engin fiskur hjá þeim. Já, akkurat. Og þá var þetta svo staðbundið á tiltölulega litlu svæði. Já, einmitt. Kannski á 40-50 sjómílna svæði, en þá var þetta svona. Nú þarf enginn að fara nema bara út úr sinni heimahöfn í 10 mílna radíus. Ég vissi að með ísuna, það þýtti ekkert að fara eitthvað fyrir vestur. Það sást ekki ísast þar, en nú er allt fullt af ísu þarna fyrir vestan. Nú er bara mókveiði á Húnaflóa og og Skagafjarðardýpinu og þarna fyrir vestan. Já, það er. Út alla trissur. Já, það er. Út af Siglufirði og bara, þetta er öðruvísi en. Já, maður sá aldrei ísu þarna fyrir vestan og norðan. Ég náðu fyrr. Nei. En svo er þessu öllu haldið niðri, það má ekkert veiða. Nei. Já. En er eitthvað sem hún vilt segja lokum? Nei, þetta er bara, ég er mjög sáttur með minn feril og ég verið að segja það og... Þú getur nú ekki verið annað. Og ég var mikill gæfumaður í þessu. Já. Það er bara frábært að heyra það. Og það er bara glæsilegt og ég ætla nú bara að segja áður en að við ljúkum þessu að ég þakka tækni fólkinu Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að koma þessu í loftið hjá okkur og svo náttúrulega hvet ég alla til að styðja við bakið á samstöðinni og leggja sitt að mörkum að fólk geti haft þetta tækifæri til að fylgjast með umræðu sjávarútvegsmál og önnur mál sem fólk hefur áhuga á. Ég þakka fyrir mig.